góðan daginn, Glens og Grín, það mitt fag. Já. Hvað sér gott, Óskar? Bara fínt. Óska öllum gleðilega helgar, vona allir hafa átt góða helgi. Ég veit að ég gerði það. Já. Hvað gerður helgina? Ég man það ekki. Nei. Þetta allt voða leikið. Það sem fólk veit ekki að við vorum byrjað að taka upp og það liði góðar 10 mínútur þegar við föttuðum að við gleymdum að taka upp, eða íta á upptöku. Já, Við erum búin að sitja hérna og spjalla eins og í venjulega þætti og við gleymdum því. Já. Að ég bara alltaf var að horfa á tíman, alltaf tími hérna. Já. Og ég var bara að horfa á hann bara 1.48, við vorum í 1.48 áðan líka. Ég bara, nei. Ég gleymdi að íta á takkan og sá ég að ljósin voru ekkert kveikt og ég... Það hlaut að gerast einhvern tímann. Já, en þetta kemur fyrir. Já. En hvernig var vikaðin? Byrjum á því áttur. Já. Byrjum á því. Hvernig var vikaðin? Ég er náttúrulega búin að segja það, sko. Já. Eins og ég sagði, ég spilaði kód með ykkur strákunum. Já. Og alltaf þegar ég spila kód, þá gengur mér ógeðslega illa. Já. Nema þegar ég spila með Jóni, þá að einhverjum ástæðum bara spila ég ógeðslega vel. Já. Hvað á það fyrir? Hann er bara ógeðslega góður við mig. Já, er hann bara góður við þig? Já, hann bara, þú ferð þarna Óskar minn, bendir á einhvern stað og ég bara, ok, takk, ferð þangað. Já, þannig að hann er rauninni hættur að hugsa þig þegar hann spila með öðrum líka. Já, eitthvað svo leið, sko. Já. Hann leiðbeinir mér, sko. Já. Síðan er ég byrjað að hreyfa mig aftur. Já, þú veist að segja mér að... Já, það er búin að segja frá því. Já, þú veist búin að segja mér frá því, þurfum ekki að þennan. Ví eitthvað hana. Já, ví. Já, þarna switcheroo, hana. Já, sem að við þurfum að hafa þetta skemmtilegt. Ég byrja að fara í göngutúra, svo er ég farin að, ég er að spila leik sem heitir Ring Fit. Já. Og það er fyrir Switch-töluna. Þá fylgir svona ringur með og svona belti utanum lærið á þér. Já. Setur fjastringarnar í vasan á læri speltinu og hina á ringin. Já. Svo ertu bara að hlaupa og ert að drepa óvinni. Já, þú ert rauninni að hreyfa þig í leiknum meðan þú hreyfir þig í alvörunni. Já, til að hlaupa í heiminum, þar ég að labba svona á staðnum. Já. Svo koma óvinnir og til að gera eitthvað damage á óvinna, þá þarf ég kannski að gera 20 hnébeyggjur. Já. Ok, það er mjög, þannig er maður í slagsmálum líka. Já. Að þegar þú ert að slást við fólk, bara út á götu, þú er nú þekktur slagsmálum maður. Já, ég er alltaf vel með fólk. Og þá bara, 20 nefnir, hvað metur þau mikið? Ekki? Já, algjörlega svoleiðis. Já. Á vikan þín. Vikan mín. Ég var hjá bróðvinum á það. Já, í Keflavík. Nákvæmlega. Við erum að tala ógeðslega hratt af því að við erum brunni búnir að tala þetta. Já, við erum eiginlega að fara svona hraðferð. Já. Kannski ættum við að hæða þess á. Já. Slaka þess á. Já, ég var hjá bróður mín. Já. Og ég var að ná í dót og hitti litla frænda minn og litla frænka mín, hún var sofandi. Var gaman í Keflavík? Það var hvasst. Já. En samt sól? Já. Það er alltaf sól í Keflavík. Og hann var hress og kátur og spjölluðu mikið og svo fór ég bara heim og var að grúska stjarna niður í kjallara og svo leiðis. Já, svo ertu búin að vera að vinna einhverju lindamáli. Já, talandi lindamáli mitt. Vika mín, það er búin að fara í það að vinna í svo helvítis lindamáli. Já. Sem ég má ekki segja frá. Nei. Þannig að ég er bara búin að stúsast í því og það er bara á fullri ferð. Já. Og ég er búin að hafa samband við fullt af fólki og þannig en ég ástafkur vill ekki segja frá þessu að því að þetta er verk í vinnslu. Já. Og fólk er bara, hvað er hann að gera? Þú veist, það kemur bara seinna. Kannski kemur það ekki. Já, það er bara svo leiðis. Það er bara þannig. Ég var að segja frá hínu leyndamálinu. Hvað er leyndamálið? Íslandpoland.is. Já. Það er ekkert leyndamál, Óskar. Nei. Við erum styrktaraðalar. Nei, þeir eru styrktaraðalar. Nákvæmlega. Þeir eru að styrkja okkur í þessu hlaðvarpi. Já, og bara fallega gert. Bara mjög fallega gert. En hvaða leyndamál er þetta spá? Leyndamálið sem við ætlum að gera einhvern tíma þegar við erum sól úti. Já, nei. Jú. Það er bara, já. Hvað ætlum við að gera, Óskar? Okkur langar svolítið, mér og þér. Okkur langar svolítið að taka upp einhvern tímann á Klambratúni þegar verður gott viður. Það verður gott viður þessa helgi, þegar þessi þáttur kemur, það var að síðustu helgi. Þannig bara einhverja helgi sem að verður gott viður,
þá langar okkur að taka upp í Klambratúni. Já, bara hafa rauninni hvað sem opið sesjón. Já. Þannig að þá verða 3 mikrofónar og þriðji aðilinn sem er bara gestir og gangandi geta komið og spjalla við okkur. Já. Og sagt frá sínum áhuga málum og svoleiðis. Bara hvað sem er sko. Þannig að þetta verður bara rauninni viðtal við ykkur á götunni. Nákvæmlega. En það, við vitum ekki alveg hvernig við ætlum að þróa þetta. Þetta er ennþá í vinnslu hjá okkur og hvort að við vorum að draumurinn er sá, ef ég bara spoila fleiri leyndamálum. Þegar við erum alltaf að grúska og pæla og betrum bæta. Alltaf. Að gera þess nýja seríu sem er bara annarkvort vorum held ég búin að negla nafnið 2 á Flandri eða eitthvað svoleiðis. Þar sem að við verðum að gera hluti á ferðinni. Já. Ekki kannski bílnum en til dæmis fara að skoða þetta og taka það upp og upplifanir og svoleiðis. Það getur bara að hljómar allavega mjög skemmtilegt. Já, en þessi þáttur verður ennþá þessi þáttur en síðan verður hinn þátturinn held ég bara sér og það er við bara eitthvað að labba og að sparka í tunnur. Já, og við munum að koma til með að láta vita þegar kemur að þessu. Já, og já, af Klambratúninu, já. Já, setjum bara samfélagsmiðla og allt þetta góða stöf. Góða stöf. Já. En, Óskar, ert tilbúin? Ég er tilbúin. Þú ert tilbúin. Ég var líka tilbúin á það. Ég veit það. Ég er búin að heyra þessa sögu. Hún er óslega góð, sko. Draumar geta verið skrýtnir, furðulegir og jafnvel raunverulegir. Það vill svo til að öllum dreymir hvort það séu draumar, dagdraumar eða martraðar. Það er stundum erfitt að muna eftir draumunum sínum og stundum eru draumarnir það skrýtnir að þú getur ekki gleymt þeim. En hvernig getum við munað eftir draumunum okkar? Hvað getum við gert í dag draumunum og hvernig sigurumst við á martröðum? Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og manst þú hvað þig dreymdi í nótt? Nei. Manst ekki? Nei, ég man það ekki sko. Nei. En mér dreymdi daginn. Já. Mér dreymdi daginn að ég ætti hund. Já. Og hundurinn og ég vorum út í sjoppu og það var svona þrep upp í sjoppuna, þetta er svo í björkinni, svona þrep. Þetta var held í björkin. Var þetta björkin? Já, þetta var björkin. Og við fórum upp þrepið og hundurinn gat farið upp. En hann gat ekki farið niður? Nei. Já, ok. Hann gat ekki farið niður og þá var einhver kunni að borða pulsu og horfði á mig og sagði mér, já, setti bara lappirnar upp í munnin á honum, þá kemst hann niður tröppurnar. Og ég já, það make a sense. Þannig ég set lappirnar á hundunum mínum upp í kjaftir á sjálfum sér. Já. Og svo mann ég ekki mér. Nei. Það er svolítið synd, það hefur verið gott að vita hvernig sagan endaði. Já, það eru svo oft draumar sem mann man ekki alveg hvernig við kláruðust. Já, ég á oft til með að þegar eitthvað skemmtilegt er að fara að gerast, þá vakna ég sko. Já, bara skemmtilegt. Já. Það er leiðilegt. En ég á einn eftir minnilegan draum. Já. Já, það var heimsendir, Óskar. Já. Heimsendir. Það er ræðilegt. Og ég var fenginn það verkefni að bjarga heiminum. Já. Með því að drepa Miley Cyrus. What? Já. Og þannig að ég var sendur, hún átti heimið svona stóri blokk og ég var sendur þangað að fara að drepa hana. Já. Og ég fyrir upp og hún alveg, hæ, og ég alveg, hæ. Og enda með því að ég bara sef hjá henni. Og þegar ég er búin að sofa hjá henni, og þá bara vorum held ég að sofa saman á svölunum og enda bara með því að ég bara svona flupp, svona flippinni yfir svalinnar og bjarga heiminum. Vel gert. Takk fyrir það. Það er bara eins og maður gerir. Já. En hvað er þið ekkert búin að dreyma upp á síkastið? Herri, jú. Mig dreymdi daginn að við vinnufélagarnir og þið líka. Já. Þið vinir mínir. Fórum allir saman í sumarbústað. Já. Rosalega gaman. Já. Og þegar það var búið að líða svolítið á kvöldið þá allir kom einhverjir skrýtnir gaurar, bara einhverjir random gæjar. Já. Og þeir bara, við ætlum að drepa ykkur. Já. Og við tökum það ekki mál og við bara byrjum að lemja þá.
og við fyrir allir bara að kýla og geða mikið, bara slagur út allan bústað og eitthvað og svo ég held ég á einhverju gæju og ég bara kýla hann geða mikið framann og hann bara orðinn afmyndaður kallinn, síðan allir bara hætti ég og ég bara, strákar akkur eru að þessu hvað með bara við erum bara allir vinir við erum bara, slögum bara þess á og við erum vinir og þeir bara, veistu það er alveg rétt sko bara fyrirgefið að við skildum koma og ætla að gera þetta svo bara voru allir að hafa gaman og fá okkur sko já, mikið er það fallegt já, endaði vel sko þú ert svolítið mikið með það að vera vinir að vera bara vinir og bara slaka það er með róleg, það þarf ekki að æsa sér svona mikið já, ég á einn mjög skrítin draum já og við vorum að tala um það en þetta var svona semi-blautur draumur sko. já og stundum koma þannig draumar sko. Miley Cyrus draumur var eiginlega þannig líka sko. hann var svolítið blautur sko. hann var eiginlega þvalur og samfarir og morð og bjargaði heiminum þannig að ég var ekki vondumæðurinn ekki endan sko nei, ég var hetja eitt þurft að deyja til að bjarga öllum hinum nákvæmlega og bara leiðilegt að Miley Cyrus var fyrir valinu það er nú bara leiðilegt sko en þessi draumur ég er hann að koma vel fyrir sko það er ekkert sæðst að borða í heimi nei og hérna sem sagt það var þannig að ég var að reyna við stelpu já og ég var svona og hann bara, nei, ekki ákvað þér og ég bara, hvað er málið þannig að ég ákvað að rífa úr mér allar tennurnar já, ég reif þar allar út með töng og setta í svona poka kom svo að henni, gling og hann er bara til í tuskið og þannig bara fór það, þannig að ég var bara tannlaus í tuskinni sko já, og varstu bara allan tíma með tennurnar bara eitthvað dinglandi yfir ykkur og eitthvað já ég veit það ekki ég man ekkert sjálf, ég man bara eftir þessu að ég vaknaði, ég bara hvað í andskotanum var maður að dreyma en það var ég orðin, ég var smá eitthvað veikur og með hita eða eitthvað maður á til með að dreyma skrýtna hluti þegar maður er veikur sko já, en svo fór ég að athuga hvað í raunin þýðir að missa tennurnar þegar ég hef oft dreymt að missa tennur og mér finnst það alltaf óþægilegt því að ég hata tennur þú ert með einhver ákveðna tannfóbíu ég bara, sko já, að missa tennur ef einhver krakki er með lausa tennur ég er bara hættu og bara ég skil ekki hvernig krakkar geta verið eitthvað að leika sér að svona, já, þetta ár og svona lafir úr tönnin eitthvað og maður bara, er alltaf verið að sína þér eitthvað svoleiðis því ég er umgangast krakka sem er að missa tönn það er bara þannig já. Hefur ekkert verið að leika við krakka og hann er bara, ég hef með lausa tönn, sjáðu það er alveg laus og brotum allt skiljur ég hef ekki lendið þín nei, býttu bara en mér hefur dreymt svona drauma og mér finnst það alltaf mjög óþægilegt já. Líka einhvern veginn, sko þegar maður er sofandi þá finnur maður svona lúms tilfinninguna og manni finnst eins og maður sé bara með fullan kjaft af lausum tönnum já. Og svo bara það er bara mjög ógeðslegt en ég skoðaði hvað það þýðir að missa tönn já. Og það þýðir að missa vinasamband já, og það er svona að fjarast út já. Og ég misti þarna bara alla tennurnar og ég misti bara 20 vini skilur, bara einu bretti bara ég veit ekki hvað vinir áður einhver eru leikskóla eða eitthvað þess vegna en það er náttúrulega bara eðlilegt að missa vin að missa samband við vin já, það vil svo til að ég var að hlusta á vinkonu mína Mel Robbins í morgun já, ég ætlaði að tala það ógeðslega mikið hana en gerði það aldrei þú sagðir það mér, ég held í fyrsta þættinum að það er bara þín manneskja já, bara minn coach lífstílsgúrú hún er að tala um að vinasambönd fjara út já. Og það er fullkomlega eðlilegt já. Og hún talaði um að maður á að ímynda sér vináttuna og svona sem tré þú ert bara risastórt tré með alls konar greinar og lauf svo eru svona dáin lauf fyrir neðan það eru vinir sem eru farnir og svo kannski ein grein sem er slitin þá er eitthvað að þar sem hægt er að reyna að laga og svona og svo framvegis og bara fjarar þetta út eða síðan eru ræturnar, það eru svona bestu vinir og maður er alltaf að láta það vökva það já, amen þetta er svolítið hún er á einhverju skilur
hún er bara að setja þetta í einhverju myndlíkingu þetta er bara þetta meikar allt sens þetta rækta vinasambundin sem þú ert með viniðin akkurat núna bara með því að vökva þá með bjór og hún er nákvæmlega með bjór og hún bara tala að ef þú vilt vera vinur einhvers bara heyrið í honum já, það er bara þannig og ég á það tilstundum að ég hringdi eins og tala svolítið síðan Palla við vorum vinir í grunnskóla og eitthvað í framhaldsskóla og svo bara tölum við ekkert mikið saman og svo bara heyrði ég hún hljóðu, ég kíkti til henni skaffi sko. Og það er bara ótrúlega eðlilegt bara, ég ger þetta oft því ég er einn ég er bara, mér langar að gera eitthvað ég bara heyri þessum hljóðu bara, hvað er að frétta? Hvað er að hætta þér? Og þá er það var bara vinasamband sem var bara í dái skilur við rauninni, maður á alltaf þessa vini nema að þú gerðir eitthvað af þér algjörlega en draumar, Óskar við erum ekki að tala vini í dag nei, draumar áttu einhverja martröð það vill svo skemmtilega til að ég man eftir minni fyrstu martröð sem sagt ég þurfti að skrifa hana niður ég var held ég 30 ára þetta fyrir það langt tilbaka og ég var bara inn í húsi og allt húsið var eiginlega bara úr kjöti það var svona bara ímyndaðir allt húsið er bara hrátt kjöt það var eiginlega bara innibli nema, það var hús og það var svona grá hönd að elda mig úr Mario ég veit ekki úr hverju hún var en það var bara einhver grá hönd að elda mig bara, nú ætlaði ég að taka þig hló eitthvað svona og svo var ég að hlaupa í burtu frá hendinni og ég man eftir að ég var að hlaupa fram hjá einhverjum svona stigagangi eða svona stiga og þá er eitt risastórt konubrjóst bara svona bolti með geribrustu bara skoppa niður tröppunar þannig ég þetta snúða við og þá var höndin bara nú neyður og ég var bara allan tíman að hlaupa frá henni sko. það var ógeðslega skeri ég trúi því, í kjöthúsinu það er svona manni en þá eftir þessu 25 ára sinna ég á einmitt martröð líka sem mig dreymdi því ég var 30 ára í alvörunni? og þetta var fyrsta martröðinni ég man svo vel eftir henni og að því að þetta ræddi mig virkilega, ég var mjög hræddur veistu hvað bíómynd er Honey, I Shrunk My Kids? Já ég held ég að mann einhvern veginn hafa talað það áður gætir að ráma því en alltaf gott að heyra það aftur en þá lendi ég einmitt í svona þá allt í einu bara minkaði ég og ég leið, halló hvað er Kristbergur? Allir voru að leita mér bara, hvað er Kristbergur? Ég, halló, ég hér, halló og allir bara hann er horfinn, hvað er Kristbergur? Halló og ég var alveg svo hræddur og svo kom eitthvað bara, hvað skrýtna dýr er þetta? Þetta er eitthvað patta bara, og svo bara fótur og ég leið, nei, þetta er Kristbergur, halló hlaupandi frá fótunum og eitthvað shit, það er traumatizing sko. og þá hef ég bara alltaf settið mér það markmið að verða ekki lítill þess vegna ertu svona hávaxin nákvæmlega það klikkað ég var svolítið forrættið núna hvort það séu fleiri fullorðnir einstaklingar sem að muna eftir sinni fyrstu martröð eflaust ég var einmitt svona 30 ára eða eitthvað ég var einmitt eitthvað 30 ára líka og ég bara gleymi þessu aldrei nei það var ógeðslega skrítið og þetta er ekki, hvað maður að segja ef mér myndi dreyma þetta í dag þá væri ég ekki að prættur nei, ég væri meira bara, vá, þetta var ógeðslega skrítin draumur en draumar já sko, talandi martræðir þá hvað maður að gera í því veist, hefur þú fengið martröð bara síðastu skiptið eða eitthvað síðastliðið? Það er búið að minnka rosalega mikið það vil svo skemmtilega til þetta er eitthvað stöddi sem er í gangi þá er það þannig að manneskjur sem að spila töluleiki þau eiga til með að geta stjórnað meira geta stjórnað draumunum sínum þegar þeim dreymir eitthvað og eins og eða skrimsla eldaði þá í rauninni getur þau bara að hugsa ég ætla ná í byssu og byrtist bara byssa og vinnur á móti og þá eiginlega er martröðin búin sko hins vegar
það er ekki rosalega langt síðan þá dreymdi mig martröð, ég var í húsi og þetta var sko ég man ekki, já þetta var einhver íbúð sem að ég og Helga vorum að skoða bara og það var svona veggirnir voru hvítir, gólfið var flísalagt hvítt og eitthvað síðan kem ég inn á baðherbyggi og það er rosalega mikið myrkur og það er eitthvað svona munstur í veggjónum svona einhverja rauðar myndir og eitthvað svo byrjaði þær að hreyfast og byrjaði að horfa á mig og svo kallaði Helga bara, hei þetta er skrítið Helga er horfin, svo er ég bara labbaði með þessa íbúð, allt bara í myrkri svo er bara einhver manneskja þarna og dreifði mig sko og þá var ég bara og vaknaði já en átt þú einhvern svona draum sem þið dreymir oft svona reoccurring dream það hefur gerst já. Ég á það til að detta já alltaf svona, það var bara tímabilið sem ég var bara að falla bara í lausu lofti bara og ég bara detta og svo vaknaði ég það var bara allt sem gerist í draumnum bara, þú varst að detta og svo já, það er bara einn sem ég mann eftir, skilur og það, svo þetta var búið að gerast alveg margar nætur og ég var bara þreyttur á þessu og eitt skiptið manni svo vel eftir að ég var að detta, ég bara ég nenni þess ekki var bara, sagði þetta í draumnum bara, ég bara nenni þess ekki ég er bara detta, þannig ég var bara og það hætti draumandi sko þannig ég var hættur að vera hrættur við að detta, ég bara auðvitað hrökk við en svo ég bara djöfull nenni þess ekki sko nei, þetta er pirrandi sko já. Ég átti einhverja drauma sem að mér dreymdi alltaf aftur og aftur en man ekki eftir þeim akkurat núna hins og að manni eftir æðislum draum þar sem að ég fekk að fara í kisspartí þetta voru svona tónleikar já. Svo var ég bara heiðursgestur í kisspartí þegar tónleikarnir voru búnir já og þeir sem ekki we're proud to present Oscar Heiðar Hansen he's our VIP guest in this party and he is the number one supporter from Iceland og eitthvað og bara hey guys I'm David Bowie já, ég er David Bowie það er actually sannleikurinn já, en bara partí og gaman sko já. Og svo vaknaði ég bara og þetta var svona einn af þessum raunverulegu draumum sko já, sko þú varst að tala um áðan stjórnandraumum já, það er lucid dreams já, þetta er aðferð þú getur stjórnandraumunum já og þú getur æfti í að stjórna þeim já og þú getur sumir segja að þú gætir lent í sleep paralysis já þú ert að gera þetta ég hef lent í tvisvar já, og annars ef þú ert flinkur í þessu þá getur þú gert bara alltaf og það er talað um það að ef þú nærð að horfa á hendurnar á þér í draumnum þá ættir að geta stjórna draumnum já og flogið og gert bara hvað sem er, skilur það eru uppáhaldsdraumarnir mínir þegar að fljúga já, það mér finnst það sjúklega gaman ég á að segja eitthvað frá því já, við erum að tala um drauma við erum ekkert að, nei Óskar, ég vil ekki hlusta á þig tala um þennan draum ekki segja mig frá þessu þetta er ógeðslega allavega þá var ég bara í sveitinni og svo bara, ég ætla að fljúga til strákana og ég bara flaug á Kolsvöll og það var ógeðslega gaman og ég bara eitthvað lendi bara eitthvað og hljóð til ykkar eitthvað og bara hæstrókar, rosalega gaman að sjá eitthvað og svo bara fór selfossi eitthvað og svo bara fljúa geðið trætt út allt Ísland og eitthvað það var ógeðslega gaman og svo náttúrulega vakna maður bara og bara get ekki flogið en ég átti held ég mynd dreymdi eitthvað eða einhver, ég man ekki ég eða einhver annar og var hann að fljúa og ég var að fljúa yfir skólan og ég var að pissa á hann það var mjög gaman varst það eitthvað perraðar út í skóla? Ég man ekki hvað, ég pissaði á fólk líka og ég var bara að pissa og þurfti svo að vakna og þurfti svo að pissa ég man ekki hvort að ég hafi dreymt þetta einhver annar getur vel verið en dagdraumar það er eitthvað sem ég langar til að tala líka um já, ég þjáist svolítið mikið að því held ég já, það sem þú ert bara ég gæti verið að gera þetta já það er svona trufla mikið í daglegu lífi en ég hugsa oft svona hvað mér langar að vera að gera
Já, ég á það til að hugsa svo steikta hluti. Já. En svo myndi ég heyra í fíl ef hann myndi svona ofan í vatni. Já. Og ég bara, vá, ég þarf að googla þetta. Eru það dagdraumar? Sko, það eru rosalega mikla pælingar, en ég á ekki svona dagdrauma hvað mér langar að vera. Nei. Skilurðu. En ég á bara svona skrýtnar pælingar. Pælingar, já. Og ég fór rosalega mikið, ég spurði Gunni út í ekki dagdrauma heldur svona að ímynda sér. Og spurði hann bara, sko, gast þú aldrei ímyndaðir þegar þú varst að, til dæmis, ég fór oft í ímyndaðan slagsmál við engan. Varstu bara að kíla á loftið? Já, ég var í stundum fór í riddaraleik sem ég var riddari og var að drepa fullt af óvinnum með spýtunni minni og var bara alið. Já, skilurðu. Það er ótrúlegt. Ég var með svakalegt ímyndunarafl sem krakki. Já. Ég bjó til bara real life Super Mario story, sko. Já. Og ég var með fólk í öllum hlutverkum, sko. Ég var Mario. Fannarfrendi minn. Fannarfrendi minn var Toad sem er að sveppakallinn. Í alvöru. Já, það er til ég hef ekki séð ykkur myndbönd, þú gerðist aðra stuttmyndir síðan, eitthvað annað. Við gerðum, en þetta var orðin 1,5 klukkutími, sko, af efni. Já, Mario. Já, þetta var Zelda-mynd sem við byggum til, sko. Já. Þið getið borgað 1 milljón á OnlyFans, þá fáið þið aðgang að þessari mynd. Já. Nei, Getur að fara á Patreon. Já, Patreon, já. Þá var það þannig að ég var Mario, frendi minn var Toad, einn vinur minn var Luigi, svo frænka mín, hún var prinsessan. Já. Og einn frendi minn var Bowser. Ég vona að fólk viti hvaða karakter þetta eru. Já. Og þetta var svo myndið, ég var alltaf rektor líka, ég var bara, þú veist, vondi kallinn og prinsessan, þau ég að býða í kastalunum sem var einhvers staðar hinum einn í þorpinu. Já. Og svo byrjuðum við, sko, góðugurinn bara, þú veist, við bara alltaf, wow, prinsessin horfin, við þurfum að finna hana. Og svo bara fyrir við að gera svona preparation og finnum húur og setjum á okkur og svo bara komið að því að finna prinsessuna. Og það er einlega svona felu eltingarleikur. Þá er vondi kallinn búin að fela prinsessuna einhvers staðar. Já. Og þá áttum við bara að finna hana, stélinni, eða ekki stélinni, bjarginni, án þess að vondi kallinn myndi sjá, sko. Já, ég skilði þig. Og þegar hún, þú veist, hann ætlaði að reyna að finna hana og sá hann var hrórin, þá átti hann að leita á okkur. Já, þannig að þetta var eiginlega bara orðinn leikur. Já, þetta var svona felu eltingarleikur, sko. Já, en myndin, Óskar, ekki gaman, já. Ég hef séð brot úr þessari mynd. Já, hún er. Og ég held að þú ættir að fara á startup.com. Já. Setja smá trailer og aðeins kannski smá auglýsinga þetta og bjóðast til þess að gefa hann út fyrir eitthvað pening. Já. Maður ætti kannski að gera það, sko. Já, held að fólk myndi alveg vilja horfa á þetta. Já. Ég skal mér þess að styrkja 1.000 kall. Takk. Þú myndir velja bara einhverja uppæð og fá styrk. Bara leið komin 1 milljón, þá setið þið á netið. Já. En það, ég held að ímyndunarafl og dagdraumar eiga svolítið sameiginlegt. Já. Að geta dreymt eitthvað og bara séð fyrir sér bara skýrt. Já. Eitthvað. En hvað er svona helstu dagdraumanir? Hvað er þig að dreyma á daginn? Ég er ofta allavega svona hugsa bara hvað ég segja kannski pínu kjánald að segja þetta en bara að gera eitthvað annað. Já. Eins og það væri gaman að sinna þessu meira. Það væri gaman að vera atvinnu tónlistarmaður og það er bara svona draumurinn og já, mér dreymir oft að vera kannski búin að starta fyrirtæki því sko, ég gerir mig grein fyrir að mjög margir fyrir ekki sér hlægja alltaf fólk hlæra draumum já. Nei, sem dreymir að ég nefnilega, já, eins og ég sagði ég gerir mig grein fyrir að ég held sko að 90% af fólki finnst ekki rosalega gaman að vinna skilur ef við bara hreinskilin nema þeir sem eru heppnir og bara eru að gera sem þeir vilja gera, það á að vera þannig en þá einmitt var ég að hugsa þetta koncept sko, bara stáða eitthvað fyrirtæki
hef ekki hugmynd hvað það væri að gera app eða ég veit ekkert sko, ég ekkert búin að hugsa þetta eitthvað megaland, bara byrja á því 6 tíma vinnudagur, check, ok, samt bara venjuleg laun, bara allt solid, Já. Og svo myndi allir eiga eitt persónulegan dag eins og þú og Guðgeir töluðum. Já, sko, ég hef rætt þetta við þig, við man eftir að við vorum að tala þetta. Já. Sko, en ég skil það vel að það langar að vera framkvæmdastjóri að gera eitthvað annað og svoleiðis. Nú ég búin að segja að þú ert framkvæmdastjóri 2 loðni núna. Já. Nú ertu orðið framkvæmdastjóri og þú að sinna því. Takk það á kottan í kvöld. Já. Óskar er official framkvæmdastjóri í 2 loðnum. Já. Samt hef ég örugglega mikið vald í að ráða. Já. Það má segja það. En sko, þú verður fyrst að fá hugmyndina. Já. Hvað er langar að gera? Ég myndi frekar reyna að hugsa, pæli því heldur en að pæla í vinnslunni á fyrirtækinu. Algjörlega sko. Og það er allt í góð að hugsa um þetta og dreyma um þetta og 6 tíma vinnuvika og venjuleg laun er bara auðvitað geðið gott en þú þarft að eiga það mikið pening til að samsvara þeim kostnaði sem fer í þessa 2 tíma. Já. Og þannig. Það er rétt. Þú veist, myndirðu frekar vilja að fá sko 300.000 kall fyrir 6 tíma eða 400.000 kall fyrir 8 tíma? Ég held ég myndi frekar 300.000 kall fyrir 6 tíma á þetta því að ég nefnilega kann meira meta tíman heldur en peningin. Já, en hvað ef að vinnan er það skemmtileg, skilur við? Það er endar alveg. Og þú ert að þetta er eitthvað sem öllum finnst gaman að gera. Þú átt að vinna við það sem þið finnst gaman að gera. Já, það er númer 1, 2 og 3. Já. Ef þið finnst ekkert gaman í vinnunni, þá átt ekki að vinna við það. Nei. Þannig að 8 tímar á að líða bara eins og hafi bara verið leikaðir. Já. Og þannig á vinna yfirleitt að vera. Það er náttúrulega mismunandi hvernig fólk vill vinna við. Sumir elska að sóna út og vera á færibandi. Já. Það er alveg til sko. Og það er alveg til. Sumir vilja frekar gera eitthvað skapandi. Já. Og vinna þannig. Ég er svolítið meira þar sko. Já. Þannig að það er auðvitað skilða vel en þá ættir samt af hverju ekki 8 tíma og hafa gaman í vinnunni. Það er alveg góð punktur sko. Já. En ég langar bara að skjóta inn í með það því að það er einmitt einn maður í vinnunni minni sem að er einmitt þessi gæði sem að sónar út og bara á færibandi. Hann sko, þetta er bara svo fyndið, hann er með svona buff og bara alltaf með síkrutuna svona lafandi hann alveg bara svona nýra á högu bara sagði strákum minni, ég vandur ykkur, ekkert mál, ég skal gera þetta fyrir ykkur og hann er alltaf svona einn út í hotni og hann dýrka það sko. Já, skilurðu, þannig að hann hefur bara gert vinnuna sína eins og hann vil vinna við. Já. Og það er allt í góðu með það. Algjörlega sko. En draumar, Óskar. Já, með draum. Þú áttir draum. Þú áttir draum að vera framkvæmdastjóri. Sko, Mr. Boss Man. Eða bara ef við spólum tilbaka í 5 sekundur bara að vinna á mínum eigin forsetum minnst það er svo sexy. Já, sexy. Rosa sexy. Já, ég skil það hljómar vel, hljómar skemmtilegt. Já. En náttúrulega það fylgir ábyrgð. Ég elska ábyrgð. Elskaru ábyrgð. Já. Elskaru að það er ekkert gaman að vera með fyrirtæki og allt er í mólum, skilur við. Já, nei, það er rétt. Og það er bara, og það er þinni ábyrgð að halda fyrirtækinu up and running og svoleiðis. Já, bara slaka. Bara slaka. Allir vinir. Allir núna tökum við klukkutíma og slökum á. Já. Já, en auðvitað er gaman að gera sem hann langar að gera. Og það er bara, ég vil að allir að gera það. Algjörlega. Og þannig. En draumar. Já, með draum. Já, hvað er það? Við vorum að tala um það. Já. Átt þú þið draum? Nei. Jú, ég á með draum og ég hef alltaf dreymt að vera leikari. Já. Og ég er að vissuleiti að uppfylla þær kröfur eða þann þátt með því að gera þetta. Já. Skilurðu? Þetta er performance. Þetta er performance. Hey. Velkomin í 2 loðna. Þar sem að við ræðum öll ýmis heimsins vandamál. Já, vegna þess að við erum lausna með þeir vandræða gemsar. Hárrétt. Þetta er auðvitað ákveðin performance.
og mér finnst gaman að til dæmis halda ræður og standa fyrir framan fólk og sína mig og sjá sína hvað ég er flottur en það er minn draumur og leiðilegt að segja það en draumurinn minn hefur dáið 5 sinnum, skilurðu bara út af heilsu skilurðu, ég er með ör á bakinu, það hafði rosalega mikil áhrif á líkamsmyndina mína svo fekk ég ör á hendina eftir krabba minn það hefði ennþá meiri áhrif á líkamsmyndina mína ég get ekki verið leikari það er engin leið fyrir mig að vera leikari af því að það var bara einhver tenging þarna eitthvað sem þú bara settir í hausinu það var enginn sem sagði mér þetta Kristbjörgur, þú getur aldrei verið leikari af því að þú ert ljótur nei, þannig hugsaði ég og og var ennþá bara ég er með húðvandamál ég get ekki verið leikari en ég veit, þetta er bara brenglunin, skilurðu maður gerir þetta sjálfur sko en ég get alveg algjörlega og ég stefni á það og bara öðru sviði og þess vegna er ég komin hérna í eirun á ykkur þar sem þið sjáuð ekki framan í mig en samt er ég með myndavél til að sýna ykkur líka þannig að þið sjáuð mig alveg það er minn draumur og ég er nokkuð að uppfylla hann það er gott sko og auðvitað væri til að gera þetta að fullri vinnu blik en það er auðvitað erfitt en þá erum við eins og með góða vini eins og Íslandpolland.is sem eru með allskins vörur eins og kofa þeir eru með æðislega kofa og þeir eru líka með verkfæri þeir eru með allskins verkfæri og verkfærakistur verkfærakistur eru mjög hendur ég þarf að fá mér svoleiðis það er náttúrulega svo hendur að hafa bara stóra kistu með öll verkfærin í ég er með bara verkfæri mín er einhvern veginn út all geimslu ég er nýfluttur og ég er eiginlega búin að tína öllu strax en maður væri bara með kistu bara í þessari hillir ég með alla bolt, alla lykla og eitthvað svona og þessar sko fer ég bara með skæri og límband og snakk þegar ég veit ekkert hvað ég að gera, ég kann ekki þetta verkfæri en þeir eru með æðislegur og mæli með að kíkja á það og skoða úrvalið algjörlega en það er náttúrulega þeir eru að uppfylla drauminn okkar að vissu leyti við erum að fengum styrk til þess að halda áfram með þetta og við viljum þetta halda áfram með þetta algjörlega en sko mig rauninni dreymir ekki, ég er ekki það mikið að festa hugun, ég er frekar farin að gera núna að gera það er nefnilega það er rosalega mikilvægt að bara allir sem er að hlusta hætta að hugsa svona rosalega mikið eitthvað og gera það bara ég hugsaði það þegar við byrjuðum með þetta podcast að bara hætta að pæla og gera bara og það er nákvæmlega sama sem ég hugsaði þegar ég var að byrja að hreyfa mig aftur hætta að pæla svona mikið bara, mér langar svo mikið að komast í form og mér langar að borða betur og alltaf svona pæli en svo bara allt í einu á mánudaginn var bara ég gera þetta bara og ég ætla að reyna bara, eins og græni vinur minn sagði maður gerir eða gerir ekki það er aldrei neitt að reyna græni vinur þinn? Jóta Já, er það græni vinur þinn? Nei, ég ætla ekki að koma í jótakaröld bara do or do not, there is no try það er svolítið svona mitt motto sko. Auðvitað, það er bara þannig og maður á að gera hlutina bara gera en auðvitað er samt sko fínt að melda ég held að ég sé með athyglisbrest ég er ekki ljúga ég held að ég sé með það líka sko. og að því að ég get ekki lýsa bækur bara það er eitthvað sem ég veist erfitt að gera ég get það ekki en hljóðbækur, ég myndi pröfa það ég get það ekki Nei, ég dett út ég bara fer alltaf að hugsa eitthvað allt annað sko. bara hætta að hlusta og svo bara en ég á fullt af hugmyndum eins og ég var bara að sagði daginn kássuna mína með það er bara til dæmis bara að lausna með hugmynd sem ég bara afhverju ekki einhver kássubíl hérna eða eitthvað þú getur gert kássubíl mér langar ekki að gera það þið langar ekki nei, ég bara fekk þessa hugmynd þannig að einhver má hóna Jón getur gera það hann er kjötkall hann er kássukall og svo er náttúrulega leyndamálið mitt litla leyndamálið mitt og ég er að vinna í því það var heilt ár þar sem ég var að hugsa þetta bara ég ætti að gera þetta Nei, ég prófaði nokkur sinnum og ég bara prófaði og ég prófaði að gera það einn og það var ekki að virka svo prófaði, fekk ég bara félagi minn til að gera það með mér hann er leyndamál líka
Já, hann líka leyndamál hann leyndamál þannig að núna það bara á fullu núna erum við bara að tala bara okkur hérna og svoleiðis en einhver leið, Óskar, ef við förum aðeins aftur núna í umræði efni þáttarins það samt ekki búið að vera svolítið innan við umræðinni, þetta svona okkar draumar þetta eru ákveðni draumar og svo erum við að hvetja í leiðinni fólk til að fylgja draumunum algjörlega, en bara draumar draumar aðteklisbrestur hvað dreymdi þig, er eitthvað leið fyrir þig svona bara, ok, mér langar að dreyma og er eitthvað leið fyrir þig til þess að dreyma, getur þú tryggjað að dreyma bara með nokkur dreyminótt eða bara allt innum gerist það gerist bara randalí sko yfirleitt dreyma með eitthvað svona andjóks ég er búin að dreyma þú talaði svona recurring dreyma ég man allt innu núna ég er svona 4 sinnum á síðasta hálfu ári búin að dreyma að Helgi er alltaf að halda fram hjá mér og svo vaknaði bara morgunum bara gett svona bitur það var ógeðslega leiðilegt og veistu með hverjum eða það var bara einhver random 2 metra hávaxinn massa kall og það var náttúrulega líka ógeðslega vondur mér bara, þú erum búin að vera saman í öllu þessi ár og mér bara finnst þú ógeðslega leiðilegur skilur og þetta er bara svona rosalega darku leið bara, mér finnst þessi gæði miklu sætan en þú og þú ert bara ógeðslegur og umurlegur og ég bara fuck bara þú ert leiðileg og vaknar þá í fílu ég er bara svona, hún líka í svona dreifum bara sínur bara, sjá hvað þessi er miklu flottar en þú hann er miklu betur en þú í öllu bara nei ég sko og svona nuttar því upp mig og ég bara svona vakna bara það var, ég líka kema henni bara þú hefst fram hjá mér í draumínótt er henni ekki að dreyma eitthvað svoleiðis henni hefur dreymt það og þá er hún bara í fílu sko allan daginn bara ekki allan daginn morgunin það er ekki gott sko ég hef aldrei dreymt þannig draum en Gunni hefur dreymt þannig draum að ég hafi verið að halda fram hjá það var á fúluti bara ég er í fíl út í þig ég bara, af hverju, ég veit það ekki svo greip ég við það meira mig dreymdi þetta það er ekki mér að kenna en ég ásamt sko átti einu sinni eitt skrítinn draum sem leiddi til þess að ég svaf yfir mig Var ég að býja þér í bíl? Nei, ekki þá okay. Nei þá var það þannig að var með að dreyma að ef ég myndi ekki snúsa vekjaraklukkunni minni þá myndi heimurinn farast þannig að draumurinn var alltaf svona í þessum svona millisteit draumur sko þannig að ég bara vaknaði bara, shit, sló í vekjaraklukkunni mína og svo og ég var bara í einhverju stríði sko, og ég þurfti alltaf að slökkva á vekjaraklukkunni af því að það var bara eitthvað dæmi sem ég þurfti að gera og ég bara svaf bara held ég snúsaði hana held ég frá 8 morgunin til 10 sko. Bara í bullandi snúsi og þetta er alltaf sami draumum bara en það hann var bara þannig að ég þurfti bara að slökkva á helvitis vekjaraklukkunni þannig dreymdi mig en ég á til ef ég til þess að fá sýri drauma og svona skrítna drauma ef ég sofna með í vörinni þá dreymir mig algjöra steypu bara steypu ég man ekkert eftir ég geti verið að Miley Cyrus draumurinn hafi átt sér staði í því allan tanndraumurinn var í meðurinni sko. mega nice nei, samt ekki og úr að segja mér að standa upp það er til með að gera það ég er með úrafóbíu nei, ég bara, það er mjög leiðilegt þegar maður er búin að vera á full allan daginn svo sess maður aðeins niður og bara it's time to get up og maður bara, nei, ekki dag en já, það er bara sko, þessi draumur þetta var bara erfitt og ég svaf svo illa því ég var alltaf að vakna og sofna og dreyma, alltaf fram að dreyma en síðan eru draumar sem mann langar ekkert að vakna nei, einmitt svona eins og þegar ég er að fljúa ég elska það og svo sko vakna maður bara nei, ég var að gera eitthvað svo skemmtilegt og svo bara ok, ég getur ekki að sofnað aftur og bara svo fyrir maður að sofna aftur og maður dreymir þetta ekkert aftur
ég næði sem ekki að grípa drauminn aftur. Ég náði því sko, en oft, gerast ekki. Ég líka bara þegar ég vakna þá vakna ég og sofna ekki aftur. En ég ætla að segja frá draumi en ég glimti hvað draumi var. Það svolítið gaman. Mjög gott í podcasti. En sko, leið. Ég hef oft leitað eftir hvernig maður getur muna drauma. Bara hvaða leið á maður að gera til þess að muna eftir draumunum sínum. Og það er ein leið. Það er að skrifa það niður. Ég er ekkert þú átt að alltaf bara hverju mótni þú vaknar, bara hvað dreymdi mig, mig dreymdi að ég var að horfa á stein, skrifaði, mig dreymdi bara dagur, horfa á stein í draumi. Gæti verið gaman að gera það sko. Og gera drauma dagbók og þá ertu rauninni að gera hausiðin minnugri á drauma. Ef þú ert að alltaf að rifja það upp eða skrifa það niður. Þá manstu frekar draumana þína. Það er pínu klikkað. Já, það er svolítið klikkað og þannig virkar það. Þannig, þetta er fór rannsakað með lucid dreaming, að því að mér langaði að gera það. Þannig getur þú undirbúið þig fyrir það að geta stjórnað draumunum. Og venjulega í svona stjórndraumunum þá oft áttu að hafa eitthvað bara, það er staurinn þarna, alveg rétt, þessi staur, þá er með að dreyma. Já. Og þá bara, mér er að dreyma þá getur ég gert hvað sem er eitthvað en déjà vu það er fríki dæmi það ekki svona þar sem maður lendir í einhverju svipuðu og maður gerir áður þið dreymir þetta og þú lendir í því skilurðu alveg allt rétt og ég átti þetta til einu sinni þetta er alveg hægt núna hjá mér að lenda í svona déjà vu en það er talað um tvennt skilur, déjà vu er að þið hafi dreymt þetta og þetta er að gerast og þú, veist, og yfirleitt þegar ég lendi í þessu þá man ég alltaf eftir að hafa sagt við hefum dreymt þetta eða eitthvað bara þetta hef ég gert áður í déjà vu skilur bara þó að eins og við varum að tala hérna saman og ég myndi segja Pétur borðaði bara pekannetur og þá myndi ég vera allt í nú var þú bara Kristbjörgur hefur þú hefur sagt þetta áður mér var að dreyma þetta eitthvað tíman eða eitthvað svoleiðis og ég hef lenti nokkur sinnum í því en það er til tvær útskýringar á þessu að þið hafi dreymt þetta eða að hausinn hafi verið svona svolítið þú varst ekki fylgjast með skilurðu að hausinn væri bara svolítið svona innhverfur og svona hálfgerður hálfsofandi meðan þetta er að gerast eins og núna eins og var ekkert bara þetta hefur gerst áður eitthvað en þannig en hefur þú lent í einhverju déjà vu? Nei, ekki sem minni ég hef lent í nokkuð mörgum og þá fór ég í trúarlega bara, þá er ég á réttri braut fórst bara þangað og þetta átt að gerast eða mér dreymdi þetta og ég held bara að ég hafi bara ég trú ekki á déjà vu lengur sko. Ég held bara að ég hafi verið bara sónað út og það bara þetta er déjà vu en það má einhver leiðir þetta mig ef ég er að fara með vitlaust mál það væri gaman að fá einhverju svona draumamannesku til að tala drauma við okkur draumamannesku einhvern sem við dreymir hefur þú heyrt einhvern sem þið dreymir eða sem dreymir mikið hefur þú heyrt draumakallinn? Nei það er ógeðslega óþægilegt ég man ekki alveg hvað hann heitir en draumakallinn þetta er mjög creepy ég man ekki hvað maður googlar hvort það sé bara dream guy eða eitthvað eða dream man eða eitthvað man in your dreams eitthvað þetta er bara svona teiknumynd af kalli þetta er svo óþægilegt og sama hvernig þú spyrð þá bara kannastu við hennar mann þá segja allir já What? Nú fyrir ég að fara kannast þú við hann? Ég kannast við hann sko og þetta er samt þetta er svona mynd sem að þetta er bara svona facial features sem að heiliðin býr til og þú veist öllum hefur dreymt þennan sama gæja og það er ógeðslega fríki sko hvað heitir hann Dream Guy pröfa bara Man in Your Dreams eða eitthvað svoleiðis
Já, ég hef líka heyrt sko að all andlið sem þú sérð Já, þið dreymir það Já, ég hef heyrt það líka. Það meikar alveg lungskan senn sko. What? Nei, ég hef aldrei séð þennan mann. Má ég sjá? Það er svo óþægilegt maður. Ég bara aldrei af hverju finnst þú ekkert kannast við hann eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég kannast ekki við hann. Í maður, ok. En það lætur mig líða aðeins betur. Ég bara man að í vinnunni vorum við að deila þessari mynd eitthvað og allir voru bara, shit, já, ég hef séð hann guður áður. Nei, ég hef aldrei séð hann gæði. Jæja, þannig þú ert ekkert freaked out? Nei, þetta er bara hoax. Já. Bara kjaftaði. Já. Það er nákvæmlega, þá líður mig betur. Það er gott. Já, skar mér. Já. Ég held að það sé bara time on ourselves. Komin tíma að fara að sofa bara. Já. Bara að dreyma. Bara að dreyma, mér er farið að dreyma sko. Ég er farið að dreyma Ísland-Pólland.is. Já. Sem að stytta alveg þáttarins. Er það farið að dreyma hann? Já. Það er gott að dreyma hann. Já. Mér dreymir alltaf hann. Það? Já. Mér dreymir stundum á hann. Ég vona að allir eigi góðan dag. Já, ég vona það líka og bara endilega fara á YouTube, Facebook, Instagram, TikTok og follow okkur þar. Algjörlega. Og það er allt 2 loðinir. Já. Og ef þú skrifa bara 2 loðinir þá mögum þú að geta fundið okkur. Við erum með mörg járn í eldinum og við okkur langar að framkoma marga hluti. Algjörlega. Og ætlumst til að fara að gera það núna vonandi bráðlega. Já. Þannig að endilega stay tuned og fylgist með okkur. En Óskar, já, bara takk að þesslega fyrir. Já, takk fyrir mig. Og bara eigiði yndislegan dag, nótt og þegar Já. Það að segja hvað mér? Nei. Bless. Bye.